Ari-dú-ari-dú-ari-dey. Men þetta er lagi? Já. Ari-dú-ari-dú-ari-dey. Ari-dú-ari-dá. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know. Algengar plöntutegundir á hálendi Íslands eru blóðberg, blágresi, holtasóley, holurt, ljónslappi, þryggjagras, eyrarós, krækiberjalyng og geldingahnappur. Algengar austfirskar blómaplöntur eru gullsteinabrjótur, bláklukka, klettafrú og melasól. Spendýr lónsöræfi er tófas með rándýr sem lifa í greinum. Og minkurinn sem lifir líka í greinum er 35–40 cm langur. Hreindýr sem koma sumarið þegar er heitt upp á góðum svo niður veturna á láglendum. Hagamús er bara algeng mús hér við land. Andafuglinn er alft, döggönd, háhveld, straumönd, urtönd, hænsnfuglar eru rjúpa, máfuglar eru kjófi, pípurnar eru fíll, spörfuglar eru hrafn, maríuerla, músareldur, skógarþröstur, snjótittlingur, steindebit og þúfutittlingur. Vaðfuglar eru heilóa, hrossagaukur, lóðþræll, óðshani, sandlóa og sendlingur. Ránfuglar eru fálki og smyrill. Birgir. Strákar. Ok. Algengar steindir á hálendinu eru jaspis, líparít, gabbró, kvars, vikur. Jaspis er ævafornt nafn og verður rakið til Biblíunnar. Algengustu afbrigðin af jaspis eru rauð, gul og móleit en sjaldnar græn. Líparít er súrberg sem myndast í eldgosum. Nafnið líparít er komið frá Lipareyjum, norður af Sikiley. Líparít er öðru nafni ríólít og er ljósgrýti. Gabbró. Nafnið gabbró er dregið af ítölsku staðarheiti. Gabbró hefur storknað djúpt í jörðu og myndað bergeitla. Algengast er á Suðausturlandi og Snæfellsnesi. Gabbró er stór kornótt djúpberg með sömu samsetningu og basalt. Stundum er gabbróið lagaskipt ef ljósar og dökkar steindir hafa skilast í kvikunni. Kvarsir og þýsko var notað af námumönnum og er algengasta steind á jörðinni. Vikur er duftkennt, jafnvel dökkleitt gjall sem er glerkennt basalt eða andesít. Á sauðfé á beit og sannlegar kýr út á túni. Sumarsól heit sem vermir nú reit, en samt má ég bíl eftir frúnni. Hraun. Efni sem er undir yfirborði jarðar kallast kvika. Í eldgosum flæðir kvikan upp á yfirborð jarðar og þegar eiturgufurnar sem í henni eru farnar kallast það hraun, hvort sem það er storknað eða ekki. Í nánast öllum eldgosum sem verða á Íslandi kemur upp hraun og eru þau kölluð hraungos. Orðið hraun er ævafornt og kemur úr norsku. Hraun merkir í raun grýtt land. Á Íslandi eru hraun yfirleitt flokkuð í tvo flokka og það eru apalhraun og helluhraun. Á Lónsöræfum er apalhraun. Í stuttu máli má segja að jökulrof sé rof í jarðvegi eða landslagi vegna ágangs jökla.
Þegar jökullinn stækkar þá ryður hann undan sér jarðvegi og einnig geta jöklar breytt Vaðlaheiðardölum í Ullaðardali ef þeir fara þar Þegar jökullinn bráðnar koma áhrifin í ljós. Ullaðardalir hafa myndast eftir skriðjökla. Þegar þeir bráðna skilja þeir eftir sig dalir sem eru í laginu eins og bókstafurinn U. Vaðlaheiðardalir eru einkennandi fyrir landslag sem mótað af ám, en einnig geta skriðjöklar breytt Vaðlaheiðardölum í Ullaðardali. Berggerð landsins, síbreytileg veðrátta og gróðurleysi hefur áhrif á skriður. Bergmylsnan sem myndast í skriðum er bæði köntótt og gróf og svo taka roföflin við sem eru annaðhvort vatn eða vindur. Í upphafi klettur, í öllum klettum eru sprungur og vatn flæðir inn í þær. Skriður myndast á margra ára skeiði. Á klettum eru margar sprungur og þegar rigningin flæðir vatn inn í sprungurnar. Á veturna verður svo frost og þá þenst vatnið út. Síðan fer meira vatn inn í sprungurnar og þenst svo út til það frýs. Smám saman veðrast súrðis og á endanum komin skriða. Fjöllin í innanverðu lóni eru mjög litrík. Það má rekja til þess að fyrir 9 milljón árum líklegt að það hafi verið virk megineldstöð. Helgi Torfason, jarðfræðingur, gerði athuganir og fann það út að miðja eldstöðvarinnar hafi verið nálæg Njörvatindum. Við Hvannagil og Smiðjunes ríólíthraun sem alltaf 300 metra þykkt. 2 eldstöðvar áttu þátt sinn í því að skapa Lónsöræfi. Það eru Lónseldstöð og Álftafjarðareldstöð. Segja má að jarðmyndanir á Lónsöræfum séu 9 til 12 milljónar ára gamlar. Elstu berglögin eru ummyndað basalt og andesít og rekja má þessi berglög til Lónseldstöðvar. Elsta ríólíti kemur fram í Hvítamelsbotnum og Miðfelli. Basaltshraunlög hafa hlaðist upp til að mynda í Stigafjöllum eftir að gosvirkni hætti í Lónseldstöð. Flugastaðaeldstöðin talin vera önnur megineldstöð. Ríólít sem talið vera ættað frá eldstöðinni finnst í grennd við Flugustaðadal og í Flugustaðatindum. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.